all of me? Why don't you take all of me? Góðan daginn. Jóhann Vilhjálmsson heiti ég og kalla Jói byssusmiður. Ég smíða hnífa líka og það köllum við Icelandic Knives og annars eins og búð hérna með smá búð og verkstæði sem að við leggjum lögahand á hnífa hérna eða þá vinn í byssum hérna fyrir innan. Ég er búinn að vera hérna í einhver 4-5 ár og starfsemi byrjaði hjá mér hérna fyrir svona rúmum 20 árum. Og allt hefst þetta á því að ég fer í nám út og smíða, sem sagt að læra að smíða byssur í skóla út í Belgíu og er þar í 4 ár. Og ég var nú svona oft með þeim að stóði við þjölinni og þetta fór mikið fram á að smíða stykki í byssur í höndunum og teikna og hanna byssur. Þá var ég ofta að hugsa mér hvað get ég nota þetta handverk annað hérna upp á Íslandi til að smíða eða gera eitthvað og einn daginn að þá rekst ég á auglýsingu þar sem að vera að auglýsa hnífasýningu í Brussel á vegum BKS sem er Belgian Knife Society sem ég er reynda búinn að vera meðlimur í síðan og verið sér að fekk verðlaun einu sinni hjá þeim, silfurþjöl fyrir hnífasmíði og hef haldið sambandi við þessa vini mína þar og bæði til ánægju og þekkingar tekið þátt í sýningum í Belgíu á þeirra vegum og ég hef einnig haldið sýningar í Finnlandi, Helsinki Knife Show og eitthvað meira oft verið náttúrulega hérna með sýningar hérna heima. Við verðum handverksmenn ársins 2012 í Hrafnagili fyrir smíði á íslenskum veiðihníf og það var talsverð upphefð í því. Byssusmiðana smíðaði ég minn fyrsta hníf og hann er algjörlega handsmíðaður og þetta hérna gróf skólasystir mín í hnífum fyrir mig, Helena Gondel heitir hún ennþá hitti hana stundum, hún er belgísk. Þannig að hérna var uppi staðan að logoinu Jói Vilhjálmsson og Hjörtur vinur Hjartarson en hann þegar ég opnaði fyrst á Norðurstíg þá kom hann með logoið tilbúið til mín þá var hann búinn að aðeins að útfæra þetta öðruvísi. En þetta er sem sagt minn fyrsti hnífur hérna. Allt stál sem við notum er að bestu gerð, eins og ég sagði á hann og það þetta er Ervafell 34 þar sem við notum svona mest fyrir utan Damaskusstálið en í Damaskusstálinu eru 2 stáltegundir. Það er Ervafell 34 og PMC 26 sem er í sem sagt Damaskusstálinu. Og til þess að auðvelda mér smíðina þá hefa vinir mínir í Stálnöst í Hafnarfirði, þeir hafa skorið fyrir mig út öll blöðin og hérna úr stálinu, það notaði svona sérstaka vaskurðavél og þannig að ég fæ sama form á öll blöðin síðan er að tandavinnan eftir og herslan. Þegar ég er búið að skera blöðina þá er hérna blöðin formuð til og það er allt gert í höndum á slípivél. Síðan eru blöðin hert við 1050 gráður í 2 tíma, kæld í olíu og síðan þarf ég að afdraga þau í 200 gráðum í 2 tíma á eftir. Og þá er bara fín smíðin eftir, það er talsvert vinna í að smíða þessi blöð og ná fram góðum eiginleikum þannig að þau séu sterk og haldi vel biti. En það erum við með blað sem var að smíða úr damaskusstáli, svokölluðu Mosaic Damaskus
og það er Úkraínumaður Greg Fors heitir hann sem að smíðar þetta stál marglaga og kallað mósaik. Það kemur ekki fram fyrir en að við erum búin að herða það og finisera blaðið, þá framkvæmum við munstrið fram með sýru, en þannig að munstrið sést ekkert í því núna. Nú erum við að fara að herða þetta blað og við setjum það inn í ofnin í svona hálftíma í 870 gráðum og Celsius. Og lefum við vera í hálftíma, 40 mínútur, svo komum við út og kælum það. Hérna eru þeir 6 stykki í smíðum og það sem ég er að gera núna er að forma hérna með grip hérna. Nú er svona gróf smíðað allt. Hreindýr, hnota og vörtursvín. Vörtursvín hérna í þessu. Hérna, hreindýr, vörtursvín og þessi viður hérna heitir ambúnía. Og þessa vél smíðaði meistari minn í hnífasmíði, Wolfburger,
Hann smíðaði hana fyrir mig þessa vél, svona 2004 og Úl Burger var mjög þekktur hnífasmiður í Þýskalandi, bjó í Rínadalnum. Ég fór margar ferðir í Rínadalinn og Burger tók alltaf vel á móti mér og ég var með honum á vegstæðunum stundum. Ég passaði með því, ég veslaði mikið við hann. Hann kenndi mér mikið af sinni tækni og perslu og hnífum og klípuðum og það var ómetanlegar þessar heimsóknir mína til Úl Burger. Og þessi vél, hún snýst ennþá og þetta svona multi-græja. Þetta breytinni, skiptum hjól og aftur og bak og áfram til á henni. Mismunandi hraðastillingar. Þetta kvik á henni. Hérna vax. Þetta hannað af British Museum. Þeir nota þetta á beinagrindur og gamla spýtur. Það var hannað til þess að varðveita gömul bein og ég nota þetta til þess að setja á hnífana þegar þeir eru í vinnslu. Þetta gengur til dæmis inn í viðinn og varnar því að hann svona breytir sér með tímanum og sprengi. Þannig að það er svona næsta skref að nú er þetta komið í formið, hnífurinn. Næsta skref að vinna niður með fínni og fínni pappír og endingu verður þetta orðið fínpúsað. Vasahnífurinn, stærri gerðin. Þessi er grafin út af Veronique Groyan heitir hún. Hún er belgískur grafari, var í skólanum. Þessi hnífur er númer 54 og hún hefur grafið marga hnífa fyrir mig og jafnvel byssur. Hún vinnur líka fyrir Holland og Holland, Partey, Mauser og marga af þessum flottustu hnífasmiðum.
Hérna persónulega hnífur. Svona hann ekki til sölu þessi hnífur. Vinur minn Pér Dam gróf þennan hníf út fyrir mig og færði mér hann. Þetta Þórshamar. Við sjáum hérna hamarinn í 24 karata gulli og síðan sjáum við hafrana hérna. Þeir eru hérna syngur megin á hérna og hérna Þór og síðan hérna hamarinn, hann náttúrulega olli þrumum og eldingum og hérna sjáum við þær. Allt damaskustál hefur nafn og það fer eftir munstrinu og nafnið á þessu hérna munstri hérna heitir Þór. Ég ætli ekki byrjaði að smíða vasanhífa 2012 en þetta var nú svona búið að vera svona lengi í huga mínum og hitt svona á sýningum úti flotta hnífasmiðir sem voru að smíða vasanhífa og þetta svona heillaði mér svolítið og ég byrjaði á því að náttúrulega var oft að taka svona vasanhífa í sundur og smíða þá upp og sjá hvernig þeir voru settir saman og síðan var ég að hitta þessa vini mína þarna út og fekk svona ágætis tips hjá þeim eins og Alfred Dobner sem mjög flottur vasanhífssmiður og það já, þannig að 2012 sennilega byrjaði að smíða eða fer ég að teikna réttara sagt þá svona sumarið þá átti ég ennþá teikna áhaldi minn síðan í skólanum og svona þessa gamlu aðferð og svona sumarið var ég með þetta bara á eldhúsborðinu og setti stundu niður og strókaði út og teiknaði og síðan ekkert haustið 2012 og þá komin svona þá komin það útlitið og teikning af hverju einasta stykki og þetta fer ég með til vina minna inn í Stálunöst og þar tekur tæknin við og þetta skannað inn í tölvu teikningarnar það kallforrit eða hvað sem það heitir og síðan þannig þetta var ótrúlega flott sko að sjá hvernig hnífurinn var til í tölvunni og þetta taka hvert stykki og laga þess til og láta hnífinn virka í tölvunni og síðan var bara stál sem ég flytti sjálfur eins og Erfafell 34 og sett í skurðarvélina, vatnskurðarvélina og það sem sagt skorin út allt efni í hnífinn en það nú ekki þar með sagt að allt sé komið út af því að þetta þarf allt að fella saman og það er þetta er hnífur númer 67 síðan á 9 árum er ég búinn að smíða ég ekki að smíða meira svona 10 hníf á ári og þeir eru þetta er allt gert í höndum og til þess að fá þessa svona þá nota ég til dæmis gamlu sót aðferðina ég sóta hlutana til að fá þá til að smetla svona saman svo fæðist minnigerðin og það var reyndar einn vinur minn úti hann heitir Nikoló hann vildi fá svona, ég sýndi honum svona stóran hníf og hann vildi fá sem sagt hann var Nikoló svona frekar smár lítill náungi og honum fannst þetta svolítið stór hnífur þannig að ég minnkaði þennan við fórum bara í tölvuna og minnkuðum hann og mér minnir að það hefði verið 18% á lengdina og 25% á þykktina og aðeins þinn efni þannig að hann fekk hníf númer 2 að minnigerðinni og þetta skeiður svona
2016 sem að minni gerði verið til. Ég er ekki búinn að smíða nema 20 svona hnífa. Menn eru ofta býsna til því að þetta kosti sitt, en þetta kostar svona 3-4 daga í vinnu svona hnífur. Það er svona, þeir ættu að kosta raunverulega miklu meira. Síðan tók Veronika, vinkona mín í Belgíu, Veronika Grosjean, hún er að grafa fyrir mig hnífa og þessa tvo er hún búin að grafa fyrir mig. Og það er eðal hnota í skeftunum. Ég er með hérna hníf í vasanum, búinn að vera í 4 ár. Hérna. Hann er númer 4. Ég nota hann á hverju degi. Þetta var flott hjá okkur. Ég var ekki eitt hérna, ekki láta mig líða því að ég sé eitt í helsi. Já, það var mjög